Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Sömari. Og ég heiti Gunnar, velkomin. Velkomin. Takk fyrir að eða tíma með okkur. Já, við erum mjög þakklátt. Já. Og við höfum ekki dálæti af því að gera þetta. Já. Saman. Það er ókslega gaman. Við erum með spurningu númer 2 í dag. Já, 2 af 10. serju. Af 10. serju. 10.02. Já, mjög skemmtilegt. Þannig að þetta er skemmtileg spurning. Já. Og þannig að þú varst komið með röddina fyrir þessa spurningu, eða ekki? Jú, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Já, þannig að viltu lesa hana fyrir okkur? Já, hún hljómar svona. Ég er bara mjög góð manneskja, sko. Það gengur bara allt vel hjá mér, sko. Þannig að ég þarf ekki á þínum guð að halda, sko. En takk samt. Við vorum að tala um þetta. Ég held að þetta sé svolítið típist íslenskt. Já. Þetta er svona, ég man að ég var að tala við Sindra í hann var í Vantrú, var yfir Vantrú á tímabili. Við vorum að tala um fullt af Amerikunum og hann sagði í rauninni að það var ekki trúleysi sem var rosalega vinsælt. Hann sagði, it's not atheism that is the most common here in Iceland. It's apathyism, eða svona bara skiptir engu máli. Bara svona, ég nenni ekki að pæla. Var hann að segja að það er á Íslandi? Já. Það var svona, það eru flestir Íslandingar og ég var svona, ég sammála því. Þetta er svona, ég er bara með góða vinni, góða helsu, góða vinni, ég er ekki trúaður, sko. Já, ef þú ferð að pæla eitthvað svona djúpt, þá er kannski bara eitthvað svona, ég veit það ekki maður, mentaldi, það er eitthvað, þú veist. Eða bara, fínt að þetta virka fyrir þig, en að láta mig í friði. Já, eða einhver væri bara eitthvað svona, heyrðu býttu rólegur, bara hvað, eitthvað, erum við bara komin í einhvern sálfræðitíma? Ég er 6 ára, ég er búin að vera fín í öll þessi ár og hvað en þetta er ekki svona hatursfull orðræða gagvart trú, þetta er meira bara svona ég þarf ekki neitt út af ég þarf ekki neitt og þá er bara svona, nennir að þegja ég er að fara að horfa á Netflix-seríu hérna eftir en spurningin er svona, ef allt virðist vera í lagi, af hverju eitthvað er að breyta því eins og þið segja í Suðuríkjunum þegar ég bjóð þar if it ain't broken don't fix it. Þannig var það sagt í Alabama. En mér finnst þessi spurning byggja svona ákveðinni forsendu að tilgangur lífsins sé með bara velíðan og þægindi. Já. Bara ég er með velíðan, ég er með þægindi, ég er með peningin á bankunum, þá er það fínt. Já, veistu, ég var bara til lengsta tíman sko þá átti ég bara rosa erfitt með að átta mig á því hvernig ég ætti að nálgast svona, þú veist, svona þessa umræði, þú veist, og ég var ekkert lengi að tala aldrei við það þig sko, við það þig, nei, þig við það, já. Þig við það, þig Hérna, fyrir bara árið eða eitthvað, en þú opnaður augum mín fyrir því að hugsa þá er þetta að taka sko augun af þessu núna þú veist að við þurfum það þarf að hjálpa manneskinn að pæla meira í heldur en bara það sem er akkurat núna. Já, og eru forsendunar réttar fyrir pælingunni, þú veist. Já, snerta það sinna það. Já, ég meina, þú veist, ég var að gera TikTok-vídeó um daginn, þar sem ég var að tala um það að, þú veist, ég var að pæla í þessari, þú veist, að þá eru konungar fyrir 200 árum sem áttu þetta besta sem heimurinn hefur upp á að bjóða. Já. En þau voru ekki með brauðrist og jú þau voru með þjóna en þau voru ekki með sturtandi klósett og þau voru með, þú veist, hesta en þeir áttu ekki bíl, með þess að þú átt umlegan bíl þá var betri en einn hestur, skilur þannig að, þú veist, við höfum það betur heldur en konungar mannkynssögunar og samt er eitthvað í okkur sem fattar, þú veist, við erum að glíma við meira svona vonleysi, tilgangsleysi varandi kvíða, varandi þunglindi og allt það sem að ég held að þú veist, undirstriki það að hafa bara meira dóti og hafa velíðan og þægindi er ekki það sem þú ert skapaði fyrir og það er eitthvað meira, það er tilgangur það er sannleikur, það er fegur, það er kærleikur og ef þú byrjar að pæli að þetta er það sem að raunverulega lífið snýst sem ég myndi gefa rauk fyrir, að þá hrynur þessi heimsmynd að þetta snúist aðalega þægindi og svona, að líða vel. Því að mér finnst bara svo erfitt að koma til móts við það eitthvað neinn, þú veist, ef mannskinn er bara eitthvað, ég meina, þú veist, er bara eitthvað svona, veist, ég meina, mér finnst ég bara ekki þurfa að pæla í þessu, skilur, ég bara, mér líður bara vel og eitthvað, þú veist.
En pælum aðeins í þessu, þú veist, tökum þetta þá bara aðeins í sundir, ef þú gerir þægindi að efsta markmiðinu þá ertu ekki bara að segja að trúin er óþörf út af að hún bætir ekki neinu þægindum við mig, heldur ertu líka að segja að ást sé óþörf. Af hverju að elska einhvern annan ef það gerir það að verkum að þú þarft að leggja sjálfa þig til hliðar. Þá ertu líka að tala um að sjálfsfórnandi ást fyrir krökkum eða eitthvað svoleiðis sé óþörf. Þá ertu líka að segja að dygðir séu óþarfar, að segja sannleikan og standa á því sem er rétt er. Þá ertu að segja að ef þú værir í Þýskalandi þegar nasistænir voru að taka yfir, þá myndir þú skipta um lið út af það var þægilegra. Þú veist, það er fullt að það er alls konar undirstóðir sem að ef það þægindin er aðal markmiðið, þá endar það í ótrúlega ljótu lífi í rauninni. Út af því að flest það sem er virkilega þess verði að lifa fyrir og eiga í lífinu, hvað sem að segja, þú veist, hjónaband eða fjölskylda eða ábyrgð eða þjónusta, það krefst þess að þú fórnir þægindum þínum fyrir hag annara. En ég held að þetta sé örugglega líka kannski einhverju leiti, þú veist, bara svona þú veist eins og vorum að tala með síðast þetta að þú veist að við erum alltaf með eitthvað ákveðin mælikvarða fyrir eitthvað. Já. Þú veist, en það vantarlega skilur að þú fer að tala við einhverja manneskju svona, þá kannski er manneskjan með eitthvað mælikvarða fyrir hvað er þægindi, en svo myndur hún fara að segja eitthvað, nei, þú veist, ég auðvitað leggja á mig að, þú veist, skilur elska þennan einstaklinga eitthvað og þá myndir þú segja, ok. En þá ertu að segja, ok, þannig að það besta í lífinu er ekki þægindi og að hafa það bara fínt. Það er eitthvað meira. Já. Þannig að forsendarinn fyrir spurningunni var röng. En þá kannski er það ekki raunverulega kannski endilega meina það sem þið eru að segja. Þið eru bara að segja þetta jafnvel bara þegar, ég veit ekki, er það kannski bara þegar mannshjartað er, þú veist, þannig að það vill ekki pæla í dýpri hlutum eða eitthvað. Já, kannski eitthvað hlutis. En það er, þú veist, og það er ef þú ákveður að lifa samkvæmt þessu, þá verður lífið alveg tómt og hringlótt og það í rauninni gerir það verkum að þú lækkir niður á bara að vera dýr, þú veist, að lifa aðeins fyrir næstu ánægju, að lifa fyrir næsta sigur eða næsta en þá getur alveg sagt að, þú veist, ég er án Guðs, mér gengur bara vel, en spurningin er, þú veist, gengur við vel í því sem að skiptir raunverulegu máli. Og þá ertu að tala með mitt bara eiliðin, vantilega. Já. Og líka bara, þú veist, þetta, ég hugsa opinberunarbókina í 3. kafla, þá er Guð að tala til kirkjunar í Laodíkíu. Sem að ég hef alltaf sagt að mér líður eins og það sé einmitt bréfið til kirkjunar á Íslandi. Þegar að Laodíkía var mjög rík borg, komu jarðskjálftar hana sem rústuðu borginni alveg tvisvar eða eitthvað og þeir nautuðu allir utan að koma til hjálp, voru bara nei, við getum séð þetta sjálfur. Og Guð segir við þau, þú heldur að þú sért ríkur en þú rauninni átt ekki neitt. Að þú heldur að þú sért vesæll eða þið gangi vel en þið gengur ekki neitt, þú ert aumingi, vesalingur, fátækin, nakin og blindur. Svo líka myndu það kannski svona góða punktum með það að gera, þú veist, að í rauninni, þú veist, eru við einhvern veginn svona í okkar mannlega, þú veist, og sérstaklega bara verandi manneskja sjálf, að þá, þú veist, hugsa ég líka bara að við erum kannski ekkert endilega að hugsa, þú veist, að það gæti alls konar, þú veist, aðstæður eða eitthvað komið fyrir okkur bara svona, þú veist, og tekið okkur í burtu eða eitthvað svona, en við erum náttúrulega ekki að pæli því, annars varum við bara taugar hrúur, en það er samt staðrændin. Já, og ég hef alltaf, þessi setning var sagt, ég hefði eitthvað segja þetta fyrir löngu, að helsta það versta sem getur gerst fyrir okkur er ekki að við setjum okkur markmið og við náum þeim ekki. Heldur frekar að við upplifum velgengni í markmiðum sem skipta engu máli. Svo eyður bara öllu lífinu í markmið sem skipta engu máli, upplifar bara, vá, hvað gengur vel og eitthvað svona, svo ert að dana bennu og ert að fatta í fyrsta skipti ég lifði fyrir vitlausa hluti. Já, einmitt. Mér finnst mjög merkilegt að ég var að hlusta á hlaðvarp sem mér finnst mjög skemmtilegt sem heitir Diary of a CEO. Já. Og þá var kona þar sem var að tala um kreatín og eitthvað svona og hún er ótrúlega þekkt í læknaheiminum og eitthvað svona og nema hvað að þú veist, búin að vera bara einmitt, bara sækja eftir skilur bara með
geggja gráður, þú veist, þegar kemur bara heilsu og eitthvað svona og bara einmitt heldur fyrirlistar út allt og eitthvað svona og svo endar hlaðvarp á því að hérna þáttastjórnandinn spyr hana, skilur hvað það sem að þú er eitthvað sem að, eða spurningin var sendið þín og var spurt þig að svara hérna, er eitthvað sem þú sérð eftir og þá sagði hún að hún sæi eftir því að hafa ekki eignast fleiri börn. Já. Þú veist, það hefði geta verið allt í tengslum við, skilur, þú veist, allan framan sem hún búin að sækja á eitthvað, en svo sagði hún bara, nei, ég sé eftir að hafa ekki eignast fleiri börn. Og líka það pælir í að þá eru börn til dæmis bara svo ótrúlega, ef að þægindi er aðal markmiðið, ekki eignast börn. Þau pæla ekki, þau borga enga leigu. En það var pælingin með, þú veist, að hún að skilur að þetta, hún eignast bara eitt af því að hún var náttúrulega bara framinn og skilur starfsferillin, náttúrulega var bara mikið að gera og svona, en hún sagði ég hugsa núna, þú veist, að ég hefði pottet geta gert þetta og það hefði verið gott fyrir mig að slaka á, að vera ekki svona mikið að pæla og vinna á svona miklum hraða og eitthvað, skilur, en hún sagði bara þetta er mitt helsta bara var tilfinningarnæmi við, skilur, af því hún sagði rauninni að það sem ég sé núna er það sem að skipti máli í rauninni, þú veist að fólkið sem að lofa hana fyrir ykkur bækur sem að skrifa mun ekki vera við dánabeinir og þú veist að það er mitt fólkið sem að á bara eftir að hverfa, þegar ég stend fyrir fram að Guði í daginn að þá er lof manna á eftir að bara fölna í bakgrunnin og hans, og ég fatta þá að hans álit skiptir máli, þú veist, og ef þú ætlar að eignast börn, þú veist, þá halda þið fyrir öku, æla, kúka, þú veist, gera alls konar hluti sem er ekkert þægilegir, en þegar þú eignast þau, þá fattar þau að þetta er þess virði að fórna fyrir og þannig að aðsta markmiðið er ekki bara þægindi og bara ganga allt í lagi og í rauninni, þú veist, það sem Jesús segir er, þú veist, hvað stóða mannin að hljóta allan heiminn, eignast allan heiminn en missa sálu sína, týna sálu síni, þú veist, þannig að ok, er markmiðið þetta að upplifa þægindi í 80 ár frekar en eilífa gleði að þá ertu svolítið að missa marks á því og ég held að gott geti verið óvinnur þess lífs í fullri gnægð sem að Guð skapaði fyrir, sem að finnst bara í Jesú og það er stundum ekki þægilegt, það er ekki þægilegasti staður að vera það sem Kristur er. Kristur var krossfestur, postulunir voru drepnir, þeim var útskúfað og annað eins, en það er besti staðurinn til þess að vera á. Því að þar sem Kristur er drottinin, er frelsari, þá ertu komin í það sem þú skapaðir fyrir, sem er að eiga samskipti og samfélag við Guð. Já, einmitt. Já, en mástu við Já, við erum alveg að stoppa 12. 2 mínútur. Ok. En já, þannig að gott getur verið svona óvinnuðin, eins og Jim Collins segir, good is the enemy of great. Og það var hann að vakningapredikarinn George Whitefield sem sagði það er ekki syndir þínar sem halda þér frá Guði, heldur þínar bölvuðu góðu gjörðir. Þar var hann að segja að þú heldur að þú þurfir ekki á Guð að halda, eða þú kemur ekki til Guðs, ekki út af því að þú heldur að þú sért of syndur, heldur út af því að þú heldur að þú sért of góður, þú þarft ekki á hann að halda. Já. Það er rauninni góða gjörðinar sem er orðnar bölvaðar út af því að það er halda þér frá Guði út af því að þú upphefur sjálfa þig. Og þannig að sama getur verið sagt eitt bölvuðu þægindin. Bara að þú þiggur blessanir Guðs og vandamálið þitt er ekki það að þú sækist eftir of miklu í lífinu, heldur að þú sækti þig við allt og lítið. Þú tekur við blessunum Guðs og notar þær blessanir sem afsökun til þess að afneita Guði. Já. Að hann hefur eitthvað miklu meira fyrir þig. Já, einmitt. Vá, það er þetta mjög góð punktur. En það er sem í rauninni hættulegast ástandi til þess að vera í er ekki endilega að vera í einhverju ringulreið eða eitthvað svoleiðis, heldur að vera í þægilegu jafnvægi og bara eiga þægilegt líf. Já, einmitt. Og ég held að djöfullinn væri ánægður með þig ef hann geti bara haldið þér þægilegum og bara í sófanum og hann að horta á þig, ekki upplifa það sem að þú skapaði fyrir. Já, einmitt. Og það er kannski eitt helsta vopni, þannig að lítur ekki træðilega út og þú veist þælir aðra í, þetta lítur út fyrir að þægilegt líf, skilur. Já, mitt. En hann því að þegar lífið gengur nógu vel, þá hættur okkur til að hætta að spurja hvort þetta sé rétt. Er það rétt að vera bara í sófanum og horfa á þátt í dag? Er það rétt að lifa bara fyrir sjálf mig? Ég vil taka pásu. Skulum taka pásu.
Mér langar að láta vita því að kirkjan, Lofstofan Baptistakirkja, hefur ákveðið að búið til reikning sér fyrir trú og líf. Þannig að ef þú vilt styrkja verkefnið í að framleiða þessa þætti, halda upp í heimasíðu, ef ykkur auka peningur til staðar, getur kannski farið að gera ykkur heimildamindir í framtíðinni eða eitthvað svoleiðis, þá getur þú bara millifært inn á þennan reikning kirkjunar sem algjörlega til staðar fyrir bara trú og líf. Reikningurinn 0357 22 00 4667 og kennitalan 610 111 0920. Hæ, heyrðu, ef að þú ert ekki búin að finna þér kirkjuheimili til þess að tengjast inn í að þá ert þú velkomin á samkomu hjá okkur í Loftstofunni Baptistakirkju. Við erum í Fagraþingi 2A og samkomunar byrja klukkan 11 og þær eru samkomunar á ensku eins og Þú ert hjartanlega velkomin. Heyrðu, svo langar mig að láta vita af heimasíðun okkar, trúolíf.is, og ef þú ert með spurningar sem þú vilt að við tökum fyrir í þættinum okkar, þá máttu endilega fara inn á heimasíðuna, skoðu þar og senda inn spurningar sem að við komum okkur í. Velkomin aftur, þú ert að hlusta á þáttinn Trú og líf. Ég Sava María og með mér situr maður minn Gunnar Ingi Gunnarsson. Velkomin Gunnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Við erum að taka fyrir spurninguna ég góð manneskja og gengur bara vel hjá mér. Já. Ég þarf ekki á þínum Guð að halda. Já. Takk samt. Já. Það einmitt ein saga sem Jesus segir í Biblíunni í Lúkasarguðspjalli í 12. kafla af ríkum manni og það fátækur maður við hliðið sem að biðja hann um hjálp. Já. Hann segir, þú veist, mér líður bara vel, sál mín, þú átt margar eignir, hvíldu þig, borðaðu, drektu, vertu glaður, safnaðu þessi, búðu til stærri hús fyrir ekki að halda að hjálpa öðrum og þá segir Guð við hann, þú heimskingi, þessa nótt verður sál þín krafin af þér og þú varst bara að lifa fyrir sjálfa þig og fattar þá kannski að vákvæði misti af því og ég man að það var í bókinni hana Steve Jobs það var eitt ógeðslega minnir að það var að biðja hann Steve Jobs að láta einhvern annan CEO yfir Apple og það hann var svolítið svona erratic hann Steve Jobs fá okkur svona solid gaur sem kann að vera CEO og eitthvað og hann fekk að ráða hann þannig að hann fór að tala við fólk og vildi fá að ráða einstaklingin sem er CEO yfir Pepsi og þetta var á tímabilið það sem Apple var miklu minna fyrirtæki þetta var svona startup og þú veist og hann var svona, hvernig fæ ég einstaklingin til þess að fara úr þessari þægilegri stöðu með miklu betri laun yfir að koma til okkar í Apple. Minnir hann heitir Scully, Steve Scully, sem var CEO. Og setningin sem fekk hann til þess að færa sig yfir í Apple var þessi setning, vilt þú að líf þitt verið þekkt fyrir það að selja sykrað vatn eða koma með mér og skilja eftir byglu í alheiminum? Að skilja eftir ummerki að við vorum hér að við gerðum eitthvað meira heldur en að selja bara sykrað vatn og mér líður eins og þessi spurning mér líður bara vel af hverju ætti ég að pæla í þessu segja mig þetta, vilt þú vera þekktur fyrir að selja sykrað vatn og hafa það þægilegt eða koma með mér og búa til eitthvað sem að skilur eftir sig ummerkjum að þú varst hér og gerðir eitthvað með þitt líf þannig að já. En svo velti ég fyrir mig hvernig þetta lítur út þá fyrir manneskju sem að þú veist að gera sem að gera sko hluti sem að Guð myndi telja alveg góða ef þú værir í honum, fattar við. En þú veist það náttúrulega skilur við. Þegar þú ert bara eitthvað að vinna að bara eitthvað svona skilur við, bara, ég veit ekki, bara hjálpa heiminum eitthvað, veist og en ert samt búin að þér að gera mikið pening fyrir það og eitthvað svona og þú veist. Já, en ég held einmitt, þú veist, ég man að ég stoppaði þegar hann sagði þetta og hugsaði já, þetta mjög skrítið og þannig Steve Jobs að segja aðal leiðin til að búa til legacy í heiminum að koma með mér og búa til tölvufyrirtæki en ég hugsaði, þegar við vorum ung hvað var stærsti símaframleiðandinn? Manstu hvaða sími allir vildu þegar við vorum svona 12 ára eða eitthvað? Hvað, Nokia? Nokia 3310 svo kom BlackBerry og ég veit að einn daginn verður Apple eins og Nokia og BlackBerry það verður bara eitthvað annað fyrirtæki og nú er eitthvað betra og gera eitthvað flottara og eitthvað svona raunverulega, ef þú vilt raunverulega skilja eftir byglu í alheiminum eins og Steve Jobs var það að þá er það að gera eitthvað sem er eilíðar afleiðingar. Já, ég ætla að segja það það er þyrftir eða fókus á eitthvað sem að deyr ekki út. Já, ekki bara eitthvað fyrirtæki sem kemur og fer.
það er þetta mjög góð punktur, ég hafði ekki pælt í meira því segja, að þú veist veldi, heimsveldi, Rómaveldi er komið á farið og kirkjan er ennþá til staðar þú veist, Ottoman heimsveldi er komið á farið, kirkjan er ennþá til staðar, Persjar, þú veist, alls konar þú veist, þú getur hugsað það besta í heiminum og hugsað þetta á eftir að endast og Rómaveldi endist mjög lengi en það endaði samt en það sem að þegar þú hefur áhrif á sálir einstaklinga sem leiði til eilífslífs þá er það bókstaflega eilíf byggla sem þú skilur eftir í heiminum. En svo getur við sagt það líka þá, þú veist, að öll önnur trúarbrögð, þú veist, sem helstu er líka til ennþá. Já, en þau eru náttúrulega koma að fara, já, þau eru náttúrulega komið að farið, mörg. Það er enginn að tilbyða Mólek í dag. Nei. Eða Baal, eða... En svo náttúrulega, hvað er hérna, er Íslam, er hún eitthvað aðeins yngri en... Já, 1400 ára gömul. Já, en ég held nefnilega að þessi spurning geti svolítið svæft hjartaður og það er kannski svolítið önnur spurning að segja, ok, ég ætla að gefa mér eilífan tilgang og þá er það spurningum hvað af þessum trúarbröðum er rétt en ég held að þægindi geta einmitt svæft hjartað og ég manni, ég talaði við einn í kirkjunni sem að koma úr þjóð þar sem að þú varst réttræpur fyrir að gerast kristinn og ég spurði er þetta búið að vera svona auðvelt hér að vera kristinn og hann sagði nei, þetta búið að vera bara ógeðslega erfitt út af því að það er þægindin sem eru erfið hér ég þarf ekki að pæla í einhverjum gaur að koma með byssu og drepa mig og fjölskyldunum mína en það er þægindi sem fá þig bara til þess að hægja á þér taka augun af Guði út af því að þegar að allt gengur vel þá getur hjartað hægt að leita og við hættum að spyrja stóru spurningunum af hverju er ég hér, fyrir hvað er ég lifandi fyrir hvað er ég skapaður hvert stefnir þetta allt saman og ég held að þægindi getur verið svona svolítið eyrnatappa fyrir sálina að þú kæfir þú veist en alltaf að sé, þú veist að því að þeir verður með hérna einmitt í Jóbsbók þegar Guð er að gefa óvinnum leyfi til þess að fara og hérna valda Jób svona miklum þjáningum til þess að fá hann til þess að afnæta Guði skilur alltaf að sé það sama þú veist með einmitt bara svona þetta þú veist að við gleymum okkur í þægindunum alltaf hann hann alltaf segir ekkert af hverju en ég held að Guð noti oft fyrir mig þú veist það eru tímabil á mínu lífi þar sem að ég lifði fyrir þægindi og svo fattaði ég að ég var að rugla þægindum saman við svona sál sem var komin í gott ég ruglaði á skemmtun og sál sem hafði það gott veistu, ég reynda sáli mín öskra á eftir Guði en ég var alltaf að reyna bara þakka niðrinni með því að horfa á eitthvað gera eitthvað, hlusta á eitthvað og ég held að þetta sé mjög mikil hægt að núna sem að þú getur bókstaflega bara ekki átt eina mínútu þar sem þú þarfst að pæla í hvað sálin þín er að leitast eftir og þú getur ruglað á því að mér líður vel þannig að allt lítur að ganga vel og ég held að Guð þrá ekki að brjóta líðið þitt niður heldur að vekja þig upp og stundum held ég að hann einmitt endurheimti og endurleysi það illa í heiminum með því að segja ok, ég ætla að nýta þetta til þess að gera eitthvað gott sem geti verið að gunni vatni upp og spyrji stóru spurningunar ekki út af því að hann vilji meiða mig heldur vegna þess að hann vil bjarga mér frá því að lifa bara fyrir eitthvað innantómt sem að gerir ekki neitt og skilur ekkert eftir sig þannig að að hann vil kenna okkur lífsins veg eins og Sálmur 16:11 segir að það er orðskveðni segja að það er vegur sem lítur út fyrir að vera réttur fyrir mörgum en svo endar hann bara í rugli Já, ég er að fatta við höfum ekkert lesið ég er búin að nefna hérna á nafn Já, það er rétt Jóhannes 10:10 ég er komin til að við höfum þið hafi lífi fullrignaðið og annað þannig að Guð er ekkert að leitast eftir góðu fólki sem hefur það gott og fínt heldur vakandi hjörtum og Biblian í rauninni segir að við séum andlega dauð hans þú getur haft það þægilegt og samt verið andlega dauður og við höfum nú heyrt marga tala einmitt bara þú veist þegar þú ert komin samt í svona þægindi þar sem að þú ert eins og vorum að tala með Steve Jobs og svona þú veist að þá samt er ákveðin einmannleiki sem þarna þú veist að allavega margir leikara sem hafa talað um það þú veist bara svona þú ert er ekki Jim Carrey sem sagði ég vona að þú fáir fullt af peningum og frægð og frama til þess að áttir á því að þetta er ekki það sem hamingjan er
eða það sem hamingjan fæst. Þannig að já, trúin, hún ekkert endilega hönnuð til þess að gera góða menn eða betri eða eitthvað þægilegri líf eða þægilega menn þægilegri heldur að gera dauða menn lifandi í Guði og þú getur haft allt það sem heimurum býður en án Guðs þá ertu bara ekki með það sem þú ert raunverulega skapaði fyrir. Já, einmitt. Og það svona hamingja sem byrjar hana með því að vakna til lífs fyrir þessum raunveruleika að Guð hafi kallað þig fyrir eitthvað meira og Guð vill ekki endilega eyðileggja þægindin en það verða eilíf þægindi og hér í bróknum heim kannski vantar stundum upp á þau en hann vill gefa okkur von sem varir þegar að allt annað hrinur í kringum okkur. Já, og einn daginn mun það gerist Biblian lofar því að það mun gerast þegar Jakobsbréfið það sem það segir þegar raunir koma ekki ef, þegar einn daginn þá verður þú mögulega upp á spítala að horfa upp á flúrescent peru fyrir ofan þig og þú veist að hver andardráttur getur verið einn seinasti og ég veit að á þeim mómenti mun enginn vera að pæla í hvað ég vildi ég hefði bara stærra sjónvarp eða flottari bíl eða þú veist, á því mómenti þá þarf eitthvað raunverulega eitthvað sem varir þegar allt annað svona hrynur í kringu þig. En þannig að nálgunirinn bara kannski með svona þessa spurningu það að þú ert í raun að vinna þig kringum að fá í raun manneskjuna til þess að hugsa meira út fyrir þú veist, velgengni sína akkurat núna og hvað velgengni hvað þægindi þú veist, að aðskila eins og þetta sem þú varst að segja, þú veist, aðskila skemmtun og sálarfæðu. Já, og líka bara, þú veist, þú ert að niðurlægja þig á bara að vera annað dýr og ef að þægindi aðalmálið þá fattar þau að þú ert í raun að segja ok, ég með 80 ár kannski hér á jörð af hverju ætti ég að leggja sjálfa mig til hliðar? Af hverju á ég ekki að ljúga, stela, stíga niður á aðra til þess að lyfta sjálfa mér upp? Og þá ertu bara komin í svona, af hverju á ég ekki bara að drepa önnu dýr til þess að vera alfa? Eins og ljónin gera eða abanir af hverju á ég að leggja sjálfa mig til hliðar og þú fattar, þegar þú byrjar raunverulega að pæla í þessari spurningu þá fattar þau að þetta ekki það sem lífið snýst ég ekki annað dýr, ég skapaði fyrir eitthvað meira og þannig að spurningin á ekkert endilega að vera er ég hamingjusamur, það er frekar er ég vakandi fyrir því sem ég á að vera að gera því að sá sem hefur allt en á ekki Guð á endunum á ekki neitt og sá sem þekkir Guð jável þegar hann á ekki neitt ásamt allt og og eins og Filipparbréfið 3 talar það sem að Páll Póstuli skrifa frá fangelsi ég tel allt vera tap í samanburði við þá yfirburði að þekka Jesú Krist og hann var að þjást í fangelsi ekki fyrir að gera eitthvað slæmt heldur fyrir að gera það sem var rétt og hann Amen það ekki bara endið það þar vilt þú segja eitthvað? Vilt þú segja fólki, ef það er eitthvað hlusta núna sem að er bara eitthvað, ég er bara fælast líf getur þú hastað á hann? Við höstum að þig getur þú hastað á hann? Allavega, við þökkum þér fyrir að hlusta þetta var allavega mikið sagt frá þér allavega svona fyrir mig til umhugsunar eins og alltaf er ég lærandi af þér ástin mín en við vonum bara að þetta hafi verið þér til uppbyggingar og uppörfunar og við hlökkum til að hitta þig næst